að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 í fyrsta sinn í 3 vikur. Þátturinn mættur aftur hér eftir sumafrí og það engin smá þáttur í dag. Við erum stattir í 20 stiga hita í glampandi sól í Vestmannaeyjum, beint frá þjóðatíð, og við hliðina á mig sitja 2 grjótharðir. Það eru 3 harðir í dag. Annars verður það Hjörvar Hafliðarsson. Vertu velkominn. Það var erfitt að draga því þessa vinnu að koma hérna til Eyja og vera í beinni. Og svo hér við hliðina á mig setur engin annar en Egill Einarsson, verður velkominn. Já, góðan daginn, Öður Blöndal. Hvernig ertu í dag? Ég er góður en sjálfur. Það ekki aldrei verið betri? Þetta er frábær dagur í dag. Við erum að tala 25 plús, sko, það er ekki 20 út að ljúga með 20 stíð, það er 25. Það er mjög gott að heyra, þú ert ekki búinn að týna FM-röddinni. Nei, FM-röddinni, ég er bara búinn að vinna í henni. Já, þú ert búinn að hafa nokkra mánuði til að stúdera hana. Það er svoleiðis. En við erum með hreina veislu fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Ég held að séu margir núna að byrja að, er ekki flestir lagðir að stað svona út á landi? Við erum mjög með mikið fyllibittum í bílum að rúnta niður Landeyjahöfn og á leiðinni, þú veist, það er mikið fyllibittum á leiðinni. Já, til Eyja. Og svo náttúrulega margir lagðir að stað til Akureyrar og það er fólk í bílum. Sko. Jó. Hver er að falla Akureyrar? Þekkir einhvern? Nefndi einn? Nei, ég er enda að þekki einhvern sem er að falla Akureyrar núna. Hjöppi, er þetta með einhvern sem er að falla Akureyrar? Kannski... Steindi Junior, jú. Steindi Junior, já. En hann er bara að fara út að maður borga fyrir það, sko. Það er bara að borga fyrir það? Það er hann ekki að performing, eða? Já, hann er endur að fara að syngja. En það verður veisla Akureyrar líka og fyrir ykkur sem er á leiðin hérna til Eyja þá, eins og ég segjum, þá er 20 stiga hiti og glampandi sól. 25 stiga hiti og við strákarnir erum með grjótharðan þáttur við ykkur í dag. Það er ekkert flóknara. Brjálbreki, hann er komin úr sumafrí líka. Við reyndar hittum hann hérna áðan. Hann er á Eyjunni og ég sagðist alltaf að hringja en hann vildi nú meina að hann ætlaði bara að koma og mæta í stúdíóið. Hann kemur ykkar. Já, hvað er það? Hann reyndar sko var með frænda sig með sér og einhverja 3. Hann er með nokkra jámenn með sér, tók eftir því? Já, hann er kóngurinn í sínum hóp. Já, ég sá það bara, hann sagði bara nú drullu okkur hérna á 900 grillhús og þeir elda hann bara. Þannig að... Hann kemur á eftir, það verður gaman að tala við hann mikla meistar. Já, þú er aldrei heyrt í Ránarbreka. Ég hef aldrei talað um. Nei, það er snillingur, hann er á leiðin hérna eftir. Við erum með sturlaða staðrindir á sínum stað, Chubby Little Swessman, maðurinn sem syngur þjóðhátíðarlagið. Tiny Little Chubby Little Swestard. Já, Tiny Little Chubby Little Swestard. Hann er með þjóðhátíðarlagið í ár. Svo erum við forseta bæjarstjórnar, Tryggvi Guðmundsson, hann ætlar að koma hérna klukkan korter yfir 5 og segja okkur allir með Eyjurnar. Já, og Tryggvi Guðmunds, hann er að koma hérna í spjall. Já, við vildum fá okkur í spjall sem þekkir Eyjuna og þú veist, einhver sagði Árni Jónsson, en þú veist, fyrir mér er TG kóngurinn hérna á þessari Eyju, sko. Já, hann og Maggi Gylfa, eða ekki? Og hann og King Maggi Gylfa. Já, herru, hvað varst að segja hann? Ertu þú svo með einhverja ævisögu Ronan Keating? Já, ég er með ævisögu Ronan Keating, það er vandamál eða? Nei, hvað er það? Nei, þegar King Ronan Keating er hérna á sunnudaginn og það veit ekki neitt King Ronan. Hvað veist þú hann? Hann var í Boyzone. Hann var í Boyzone. Þetta er bara þú þessu allir aðri villingarnir sem veit ekkert King Ronan nema hann var í Boyzone. Ég ætla bara að segja hvað King Ronan er búinn að gera og af hverju hann er hérna. Nákvæmlega. Og bara, þú veist, þegið. En hugsaði samt hvað krakkar í dag eru heppnir sem er að keyra með mömmu sinni og pappa akkurat núna að fá að hlusta á FM 95 Blö. Nú? Þegar ég á sko foreldrar sem fæddir 40 eitthvað. Ég var alltaf að hlusta á Rás 1 eða Rás 2 þegar ég var lítill á þessum fucking ferðalögum, á þessum blessuðu ferðalögum mínum. Og þá var alltaf svona verið að hringja eitthvað. Jæja, hvernig gengur umferðin? Já, þetta svona gengur allt í lagi en ég vil brýna fyrir fólki að fara varlega og spenna beltin. Já, það er einmitt það og ég ætla að skipta hérna yfir á Sauðárkrók. Hvað séu, hvernig gengur umferðin? Já, ég ætla bara áfram að minna það að hraðakstur er bannaður í gegnum varmahlíðina. Var útastættin svona þegar þú varst aftur í bílniðinu? Ég er að segja það. Krakkar við verðum að þakklátti, knúsa mömmu og pappa fyrir að leyfa ykkur að hlusta á FM 95 Blö því að þetta var ógeðslega leiðilegar ferðir út á landi Vestmannaeyja. Já, fyrir utan það sko, þú ert ekkert bara að tala um útastættin þá því að sko... Það var reykt fram í. Og það var heyra í okkur, við erum að tala eins og séum 50 mann. En maður ældi síðan alltaf leið. Við erum að fertugaldri. Já, ég hef ekki orðið bílveikur síðan að mamma og pabbi hætti að reykja í bílnum. Það var svo rétt svo opið, svona 2 centimetra. Hættu sér væli, það er opið glögginuðin. Beint og riðfellir 6 á rúndinu. Við allir okkar sko kynni af Eyjum og allt svo leiðis. En það er bara einn maður við þetta borð sem var getinn í Eyjum. Hver er það? Mamma sagði mér það. Nei. Að Egill Einarsson, sem sagt, Verslunarmannahelgin í byrjun í ágúst. Veistu hvernig Egill er fæddur? Byrjun maí. Já, er þetta satt? Þú varst getinn í Eyjum. Hvað segir mér alveg satt núna? Er Hjöppi að tala með raskatun eða er þetta satt mann að segja? Það er satt. Þú ert að segja þetta í útvarpið, maður. Ég meina, mamma sagði mér þetta. Já, þetta þurfti ekkert að, þú veist... Er mamma hennar lappið bæinn að monta sig að því að þú hefur skilur í bæinn? Hvað er þetta lappið bara, hún er lappandi bæinn núna, þannig að það er lögvegi núna, lappandi. Já, ég veit. Hún og Hjöppi eru trúnaðar vinir. Það er bara mjög góð vinir, sko. Hvað er að frétta Ester? Kemur hún til Eyja núna?
Nei, hún er til Suðumbústað. Já, ok. Ef hún að hlusta á því innilega hún sagði við mig einu sinni og mér langaði ekki að heyra þetta og veist, hún kom búið með 2 bjóra og eitthvað og hún sagði, Egill minn, ég bara, já, ég það nú gaman að segja því að þú varst getin í Egin. Já, ok. Þetta eru skemmtilega fréttir, en það Ég meina svona Beckham sem getin í Brooklyn og hann heitir Brooklyn Beckham í dag. Já. Akkur heiti ég ekki Þjótt eða Gilsi? Eða Árni. Það svona eiginafn. Já, svona með hvernig lítur út núna, það verður töff nafn að heita Herjólfur bara. Hún er orðin það stór. Er það komið að fyrsta lagi þáttarins og... Herðu Egill, ætlaði þú ekki að velja fyrsta lagið eða? Ég fæ lagið það ekki. Já, fyrir eftir hvað lag það er. Nei, ég bara fæ lag. Hvaða lag viltu? Ég sögðu bara fæ lag, já eða nei? Ég veit það ekki. Hvaða lag viltu? Rain Over Me með Mark Anthony og Pitbull. Já, ég ætla að velja það. Þegiðu bara að setja það í gang. Ég fæði ráða. Þá er það Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. Það er greinlegt að tónlistarsmekkunni á sumum hefur ekkert breyst í, 8-9 mánuði? Hún mun aldrei breyta þetta. 957 í beinni útsendingu frá 900 grillhús í Vestmannum. Og ef þið eru komin til Eyja þá hvet ég allir til þess að kíkja hinga. 20. hiti, glampandi sól og já, við vorum að fá okkur humarburger sem að þetta er bara með betri burger sem við fengi. Já, og svona frábært líka að geta verið hérna úti. Já. Góðu pallur hérna. Sitja úti bara í sólinni í útvarpið, það er eitthvað fallegt við þetta og beint frá þjóðhátíð. Það er svoleiðis. Við erum með, þéttan þátt fyrir ykkur í dag eins og áður eru komið fram. Það styttist í Chebridul Swessman, hann er að koma hérna í spjall til okkar, Brjátbrygg er á leiðinni, Sturla staðreyndur og fleira. En það er hins vegar komið að lið sem er alltaf á þessum tíma og hann heitir Slúður. Er þið tilbúin í smá slúðurþrakk? Ertu með eitthvað íslenskt? Ég elska góð slúður. Nei, ég er nú ekki með, þarftu íslenskt slúður? Nei, ég er bara að spyrja. Nei, ég er ekki með íslenskt, en ég er með gott slúður samt. Ég er ekki með slúðurpakka lengi, en ég náði að hnóði eitt góðan. Ég ætla að byrja hér. Good shit slúður. Hvað segirðu? Hvað er með good shit slúður? Já, það var svona pælingin hjá mér. Ég ætla að byrja á Snoop Doggy Dogg. Slúðurum mann, hann vill ekki lengur kalla sig Snoop Dogg. Hann vill jarða það nafn og segir orðrétt, ég vill jarða Snoop Dogg, sagði rapparinn og í sumar og ætlar að breyta nafninu sinni í Snoop Lion. Hann er fertugur þessi maður og segir að nafnabreytingin taki að fara í gegn núna í sumar, í lok sumars. Þetta er líklega besta hugmynd sem ég hef ángurís. Í alvegni? Já, ángurís. Herru, hvort ætlar það að Snoop Dogg, hundur, eða a lion, Snoop Lion? Já. Hvor vinnur ég að fight? A dog eða a lion? Já, það er, veist, en hann er búinn að markasetja sig sem Snoop Doggy Dogg. Nei, Snoop Lion í dag. Hann að taka hann að pínu Puff Daddy á þetta. Já, ég meina, þú veist, það er mjög sniðugt að rótara nafn. Þú varst einu sinni Öddi Blöð, notuðu The Blöð Machine. Nei, það kallar mig ekki Blöð Machine. Víst? Nú. Það er ekki hellingamannur sem kallar það Blöð Machine. Allan, það er allir löngu hættur að kalla Ödda. Já, það er vel þreytt. Öddi. Blöð. Blondale. Blöð shit, Blöð poop. Þetta er all nýju nöfnin þín. Þú ert þetta eini hérna við borðið sem ert að breyta nafninu þínu reglulega. Já, maður kom með skúp. Maður kom með skúp og hún á skúp pakkaðinn. Já, slúður og ég mun launcha nýju nafni í mars 2013. 2013? Já, og hvar verður þetta the new name revealed? Sko, ég er ekki alveg búinn að plana það, en sko 2013 mars, bara teldu niður dagana. Hvað kallar þið í dag? Gilsi eða? Ertu þykki eða stör eða hvað er það? Ég er svona að reyna með höfðinginn, G-höfðinginn. G-höfðinginn? Gilsara höfðinginn. Hjöppi, hvað ert þú að kalla þessa dagana? Ég er svolítið að vinna með kónginn. Kónginn? Já. Nei, alveg. Ég svara allavega síman sem kóngurinn. Kóngurinn? Kóngurinn. Já, ég veit ekki hvað það er að sværa síma sem kóngurinn. En líst þér ég vel á þetta og Agli? Nei, ég myndi segja þetta Snoop Doggy Tiger. Snoop Doggy Tiger? Já, þetta var... Ég er mjög hrifinn af Snoop Lion. Ágætis slúður hér Snoop Dogg. Næst alltaf að fara í og þetta... Sko, ég þarf vel ekkert að segja þetta slúður. Ég held að vita allir á Íslandi að Kristen Stewart sem leikur mitt í Twilight myndunum. Það er búinst myndina hinn, er það ekki? Nei, ég er nú engin gríðalur aðdátt, en þetta er samt ekki jafn mikil viðbjóður og ég held þetta væri. Þetta er skárra en þú heldur, þetta Twilight. Og gefur búin að horfa á þetta, ok? Já, ég veit ekki það. En hún hélt fram hjá gerðartan sínum daginn sem heitir Robert Pattinson og hann er einmitt að leika þessi bíómyndu líka og þau voru svona, þú veist, parið í Hollywood þessa dagana. Nei, Jennifer Lopez, nei, hvað heitir hann Brad Pitt og Angelina Jolie. Já, ok, en þau svona allavega eru heitt par og er búin að vera það. Hún hélt fram hjá honum með einhverjum leikstjóra sem að leikstýrinn hann í einhverju bíómynd og ég ætlaði bara svona að spyrja ykkur að því að þetta er eina sem, þetta voru mest lesna fréttin á Deva, Vísi og MBL bara þetta framhjáhald, The Sun er mikið að fjalla þetta.
Hvernig standið þið? Hjörvar, hvað finnst þér þetta mál? Sko, sem sérfræðingur? Já, sem slúði sérfræðingur, þú spáir í samböndum? Ég spáði mikið í ástinni og þeim tilfinningum sem þeim fylgja. Já. Ég pínu ánægð með þetta, að hún fer í eitt gamlan. Eldri mann. Það það sem að gleður mig mikið, að hún veit að gamalt best. Já. Það ekkert eins og... Hann 41 árs leikstur held ég. Ég að segja það. Og hún búin að... Hvað hún, 20? Já, 22 eitthvað. Já, ég segja, hún búin að átta sig á því að gamalt best og stingur hennan guttaðan í bækið. Það gleður okkur gömlumenn, sérstaklega mig og Frosta, því við erum nú svona kannski engin úrlingar lengur, þannig að þetta gladdi okkur. Egill, hvað finnst þér þetta? Mér finnst þetta bara, Þetta skýtt. Sko, Pattinson draslið þarf að fara svolítið í naflaskoðun, finnst mér. Því að bara hann allt niður sig. Hvert einskipti sem mynda þessu gæja, þá er hann skjanna hvítur. Það er svona, það þykir eitthvað töff að vera hvítur. Já, hann er að sex symbol hann úti. Já, hjá hverjum? Hellinga kvenfólki. Nefndi einn. Býtu hvað heldur, ég þekki kvenfólki hérna í Bandaríkjunum, hættu þessu. Ég þekki enga. Út af því málið, hann er ekki minna hann að vöðva. Ekki neitt. Hann er hvítur, vöðvalítill, með lubba, hann er með allt niður sig. Hann er bara með allt niður sig. Hún er með allt niður sig núna, mínum mati. Kirsten Stewart, þetta er eitthvað sem hún gerir ekki. Það er bara að girða sig. Það er bara Pattinson girtu þig. Já, svo ætla ég enda slúðri hérna á... Nei, þetta er svo leiðilegt slúður, ég ætla að sleppa þið. Hvað var þetta? Ghostbusters 3 kemur út núna, hvort sem að Bill Murray vill það ekki, en akkurat er búinn að væla í honum í 11 ár. Slúður. Þóttu sem slúður í raskat. Herðu, hættu þessu, Egill, það eru börn að hlusta, þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blue og við ætlum að fá næsta lag, það er Licky Lee með, I Follow. Montográður þessu í allan dag, það er glampandi sól, 20 stöðu hiti og logn, það er allir á skipusum og... Rullast til að bara segja 25. Það er ekkert, ákveður þarf það að ljúa, ákveður að íkja þegar við höfum það gott. Þú íkir alltaf solid 5, ef það er 27-25 eða 15-20. En hver trúið er að ef þú segir þessi 25 stöðu hiti? Það voru það íkt og kjánalegt að þannig að þetta sé, it's too good to be true og ef það er þannig, it usually is. Ok, mamma. En allavega það er 25 stiga hiti hérna í Vestmannum og glampandi sól. En áður við fáum Chubby Little Svessmenn hérna í spjall þá ætlar Egill Einarsson að vera með einhverja punkta Ronan Keating sem er einmitt að syngja á sunnudaginn. Það kom að því að fjallum þann miklameistara Fjallum hann? Hvað ertu með einhverja reyngjörðum hann? Nei, ég bara kynnti mér hann og ég skrifaði nokkra punkta út af því að mér finnst fólk ekki appreciate King Ronan. Nei. King Ronan. Já, og hér hefst umfjöllun Ronan Keating. Hjöpp er þetta líka gríðalegur Ronan maður. Ég veit ekki ég er eiginlega meira aðdóndi sólóferilsins heldur en kannski Boyson-ferilsins. En Hjöppi, þannig að gera mig greið og þegja aðeins meðan ég er að fara yfir ævisögu Ronan Keating. Ok. Ronan Keating er líklega einn besti tónlistarmaður allra tíma. Ég verð strax að stoppa þig þarna. Hvað? Ég verð að stoppa þig þarna. Ronan Keating er ekki einn besti tónlistarmaður allra tíma. Stoppa með þetta fyrstu setninguna. Ok, ég ætla ekki að dröfla þig mikið í þessu, ég skal alveg lofa þig því. Finnst þér Ronan Keating einn besti tónlistarmaður allra tíma? Segir það frá hjartanu eða ertu að svona reyna að vera fyndin? Nei, það er bara mín persónulega skoðun. Ok. Og flestu finnst það eins og stendur hérna. You say it best. Já, Hjöppi, ég kannski bið þig eftir að taka nokkuð lögum með honum, en þessi mikli meistari fæddist 3. mars 1977 á Írlandi. Flestur kannski giskaðan var fæddur kringum 1967, en nei, hann er kornungur og allt lífið framöndan. 40 is the new 30, eins og Pitbull orðaði best. Ronan Keating er af flestum talin einn myndarlegasti tónlistarmaður í heimi í dag. Hann pakkar það saman ekki ómerkari mönnum en Bono, Mark Anthony, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ómari Ragnarssoni og Justin Bieber. Hann er eini tónlistarmann í sögunni til að vinna hinn árlegu og virtu Sex on Legs verðlaun sem Maxim-blaðið er með. Keating hefur alltaf verið vinsæll, en í skólanum á yngri árum þá var hann gæinn sem lagði í bílnum í stæðið hjá skólastjórnum og sagði kennarunum að grjóthalda kjafti þannig að sagði hann að taka fæturnar af borðinu. Þetta bulla bara núna? Nei, þetta er ég ekki að bulla. Hann er að lesa. Ég er að lesa ævisögu Ronan Keating. Hætt að tröfla með þú. Ok, hættur. Ronan var superstjarna þegar lagið hans When you say nothing... Má taka þetta uppi? When you say nothing at all. Ok. Já, þegar þetta lag var í myndinni Notting Hill. Keating hefur aldrei farið leit með það að hann á eitt áhugamál. Konur. Hann hefur ekki áhuga á neinu öðru. Þetta er eini tónlistarmaðurinn í heiminum í dag sem á einungis eitt áhugamál. Nefnið mér einn annan, svona bara eitthvað leiðu ykkur að koma. Nefnið mér einn annan tónlistarmann sem á
1 áhugamál, búið. Ég haldi bara frá með þess að sögu Egill. Það er þetta bingo, en ok. Hann hefur ekki áhuga á tónlist einu sinni. Það meira sig að fletta þessu upp í heimsmyndu og Guinness. Hann fór til sálfræðings og var dáleitur til þess að tjekka á því hvort hann var að ljúga þessu, en menn voru að velta því fyrir sér. Á hann annað áhugamál? Nei, 1. Kettlingar, búið. Já, ok. Það er hægt að fara rauk fyrir því að harðara áhugamáli er ekki hægt að eiga. Fyrir Rónan að vera einungis með einni konu exclusively er eins og fyrir Valtý Björn að taka bara 1 sleik þegar hann hendur sér á gólfið á austur. Það virkar bara ekki þannig. Nei. Þannig hefur óumflýjanlega gerðist að konan hans, Yvonne Connolly, gekk inn á hann þegar hann var aftan á einum af The Backup Dancer á tónleikum hjá sér. Þar með lauk 14 ára hjónabandi Rónan og Yvonne. Þau eiga 3 börn saman, Jack, Mary og Ali, og hitti Rónan þau aðra hverju helgi eins og helgapappar gera. Það var í apríl á þessa ári sem skilnaðan þeirra var að gera opinber. Það er óhætt að segja að alla konur hafi tapað sér þegar sáu þessi mikli kvennabossi og krúttraskat væri á lausu. Ronan Keating er að fá útrás þessa dagana. Hann hefur margoft gefið út og hann leiði eins og var í fangelsi þessi 14 ár sem hann var giftur Yvonne. Hann sagði orðrétt í viðtalið 2009 við Time Magazine. I mean, I'm Ronan Keating. I can without a doubt have sex with any girl on the planet. Hann ekkert að segja þetta, verður ekki að ljúga upp á manninu, hann koma hérna á eiguna. Þetta er kvótað á Time Magazine. Mannorðan. Má ég ángríns klára ég get alveg lofaði því að Ronan Keating sagði þetta ekki við Time Magazine. Lestu það sem hann sagði í Time Magazine. Hvernig ég get að lesa og ég ætla að grípa fram með þér. Þetta var ekkert í Time Magazine. Hann að lesa úr greinu í Time Magazine. Ok, og þetta var 2009 í Time Magazine. I mean, I'm Ronan Keating. I can, without a doubt, have sex with any girl on the planet. And I'm only having sex with one girl? One girl? Isn't that crazy? The greatest musician on the planet is only having sex with one girl? I must be a fucking saint. Meistari Keating sjokkaði marga með þessu kommenti og fekk mikinn saur í fjölmiðlum eftir þetta. Hann sagði svo seinna þessi orð hans hafi verið tekin úr samhengi. Ástæða fyrir komu Rónans til Vestmannaeyja er einfaldur. Konur. Hann var líka ekki að fara leynt með það. Hann var varla lentur hérna á klagunum þegar við viðtalið Fréttablaðinu og gaf það út að hann væri singul. Sáuð þið það? Já, það er reyndar, ok, ég gef þér. Það var það sem hann sagði við blaðamanninn. Stór engamálauglýsing. Hann er nýskilinn við Yvonne, það var í apríl. Hann var að skilja við Yvonne í apríl og hann er strax fann að gefa út að hann sé singul. Ok, allana. Aldrei hefur neitt erlendur tónlistarmaður sem mætti voru að klaga byrja að tala um það, byrja að taka fram að sé singul í viðtali. Það er engi gert það. King Ronan hjólaði það. En við erum ekki að tala um eðlilega mann. Af hverju er Ronan Keating á Íslandi? Hvað er besti tónlistarmaður allar tíma? 8-faldur meistarinn að Virtus 16 legs velun að gera á þessu pínulitla Íslandi. Svarið er einfalt. Google. Ronan Keating kann á Google eins og flest allir aðrir apar sem er á tölvu. Hann sagði í viðtali á Howard Stern 2 vikum eftir skilnað sinn að hann ætlaði að heimsækja 10 gröðustu þjóðir í heimi. Svona, ef þú veist, ekki, ok, hressustu þjóðir í heimi. Og Howard Stern grenjaði á hlátri þegar hann sagði þetta, enda bjóst að við að vera að grínast. Ronan stóð upp, gekk lötur hægt að Howard Stern og löðrungaðan. Fyrsta sem Keating gerði þegar hann kom heim, hann leita topp 10 lista yfir þessar hressustu þjóðir í heimi. Og hann fann lista á virtu vefsíðu askmen.com. Á þessu lista eru þjóðirnar Mexiko, Sviss, Malasía, Ítalía, Pólland, Kína, Rússland, Brasilia, Grikkland og Malasía? Já, þetta er bara beint frá askmen.com. Og já, King Ronan er búinn að vera á tónleikaferðalagi undanfarna mánuði. Og gettu Auður Blöndal hvað hann er búinn að vera undanfarið? Maður sjá, lið mér að hugsa, gæti ekki meira sama. Hann er búinn að vera undanfarið í Mexiko, Sviss, Malasíu, Ítalíu, Pólandi, Kína, Rússlandi, Brasilíu, Greiklandi og já, og hvar er hann núna? Á þjóðhátíð. Já, hann er hérna á þjóðhátíð á sunnudaginn. Við munum taka vel á mótunum. En er maður einhvern veginn bara, hvernig verður þetta þegar Ronan kemur á sviðið? Verður maður bara svona það starstruck að maður einhvern veginn bara dett út eða? Já, sko, málið er að og sér það þessi meistari bara kominga. Þetta er ekki læg með ykkur bræðinu þennan. Í alvegni, hver verður svo starstruck að sjá Ronan Keating lappinn á svið? Ég er eitthvað hlakað til að sjá hann, ekki minnskila mig. Það er gaman að fá hann hérna á þjóðhátíð. Það er enginn að fara að tapa sér hérna upp í brekku þó Ronan Keating. Við erum búin að selja yfir 25 miljón plötur bara sem sólóartisti. Við erum búin að fá Metallica, við erum búin að fá Foo Fighters og allu þessi böndinu til Íslands. Ronan Keating. En King Ronan, ef hann komið það? Jæja, allavega, við erum spenntið fyrir Ronan Keating, vonandi eru hlustendur það líka. Við ætlum að fá hér uppáhaldslaginn Sjöpa, Licky Lee. I Follow Rivers, það átt að koma áðan. Nei, þetta er ekki eins og niður núna. Ég er með allt niður mitt í tölvunni. Þú segir ekki bara að það er eitthvað lag á komufónin. Já, ég ætla bara að segja, ég var að sjá tölvunni þetta, ég var að tala vitlauslega. Uppáhaldslagið mitt er Call Me Maybe. Call Me Maybe? Hvað lag er það?
It's da-na-na-na-na, so call me baby. Það bara slagið. Hefur þú gert það? Jú, ég hef heyrt það. Herru, fáum bara næsta lag, ég held að það sé léttast að segja það. Það allt í rugli inn í tölvunni. FM 957, Umferðarstofa og Tékkland Bifreiðaskoðun biðja þig að beita skynsemi verslunarmannahelgina. Ef vín verður haft hönd, þá ráðleggjum við þér að láta ökutækið eiga sig. Þetta Simma og Jói. Við viljum bara minna ykkur á að það að aka bíl eins og að stunda kynlíf. Þú átt að gefa þér tíma í þetta og vanda þig. Svo að gera að nota verjur og ekki flýta þér mikið á endasprettinum vegna þess að þá ekki víst að það komi allir á sama tíma. Og svo alveg bannað að stunda þetta undir áhrifum, því það marst ekkert. Nei, og þá líka ólíklega að þú komist á áfangastað. Já, og komir á réttum tíma. Hafið það gott, farið varlega og elskið hvort annað. Sýndu þroska. Það ekki cool að keyra fullur. Skiptum skoðun. Það ódýrara. Tékk. Tékkland Bifreiðaskoðun. Reykjavíkurvegi, Holtagörðum og Borgartúni. Tékk. Komum heil heim. Umferðarstofa. What do you know about this recall plate? Stay away from them. FM 957 býður þér að sjá spennumyndina Total Recall með Colin Farrell, Jessica Biel og Kate Beckinsale í aðalhlutverkum. Sérstök FM-sýning verður á myndinni næsta þriðjudagskvöld klukkan 8. Farðu á stað þar sem þínar viltustu fantasíur geta orðið að veruleika og komdu með FM í bíó. Fylgstu með á FM 957 og nælduður í miða á Total Recall. Fylgstu með á FM 957 og nælduður í miða á Total Recall. Your memory was erased. Your mind was implanted with a life you think you've lived. Oh, by the way, you haven't even begun to see me trying to kill you. Tónlist.is gamanferðir Vá Air og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráðu þig í pröfuáskrift á tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Á KFC. KFC. Svo gott! Öll gítargripin á einum stað. Í iPad. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Naturfrisk Engifjöröl. Hollur góðstrykkur. Fabrikan verður á þjóðhátíð og þjóðhátíð á fabrikunni. Fabrikugrillbíllinn verður í dalnum á þjóðhátíð og að því tilefni verður alvöru þjóðhátíðastemning á fabrikunni. Þjóðhátíðalögin í græjunum og happy hour frá klukkan 10 til 12 alla helgina. Og þá erum við líka að tala sunnudagskvöldið. 5 í fötu á algjöru grínverði og við skutlið frýtt í bæinn. Hamborgarafabrikan. Finnst þið að smála kriti? Come on! Þetta ekki flókið. Nú hægt að fá lán upp á 150.000 í alltaf 90 daga. Kredja einföld þjónusta. Hinni einu sönnu útsölu hjá Intersport lýkur helgina. Enn meiri afsláttur á útsölulokum. Komdu á alvöru útsölu og gerðu frábær kaup. Intersport. Þetta eru grillveðurfréttir Egils Appelsín. Grillveðrið föstudaginn 3. ágúst. Farðu út úr bænum hvað gott grillveður. Við grillum eina með öllu fyrir norðan, lunda í Eyjum, edru á Hlöðum, síld á Siglufirði og í algjöru nistaflugi í Neskaupstað. Við grillum ungnaubakjöt og ungmennalandsmótinu á Selfossi og það ekki alveg að borga séns á neinu nema grillmat á Borgarfirði eystra. Og hringinn í kringum landið erum við tilbúin með glóandi kolin ef grindhvalavaðan birtist aftur. Hangið hægt í gleðina dyr, góðar stundir. Það Egils Appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Ennisböndin frá Geysi eru einkar hentug í Brekkunni. Geysir, Skólavörðustíg 16, Akureyri og Haukadal. Taktu hamborgarafabrikuna í ferðalagið. Þú færð allt hráefni í Hagkaup. Fabrikuborgarar, grísari fabrikunar og allar fabrikusósunar. Grillhandbók fabrikunar fylgir frítt með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Við erum í beinni útsendingu frá 900 grillhúsi hér í Vestmannaeyjum og já, við hvetjum alla til að koma hingað og kíkja. Við sitjum úti í glampandi sól og 20 stiga hita, já 25 stiga hita eins og Egill meina, hann horfði á mig bara eins og ég hefði sagt eitthvað slæmt til fjölskyldans en
Það styttist í Sverrir Bergmann, hann er að fara að detta inn í smá spjall til okkar. Brjálbreki er á eyjunni og ætlar í fyrsta sinn að mæta á svæðið og spjalla við mig. Ég pína áhyggjur af því, hann er hérna röltandi með eyjuna með entourage-inu sínu og ég get lofað ykkur því, hann er maðurinn í þeim hóp. Hann fór ekki fram hjá neinum hérna áðan. En við vorum að ræða hérna áðan strákar meðan auglýsingarnar voru hvað sé besta þjóðhátíðarlagi. Hvað svona, við erum ekki allir sammála, það er... Nei, ég er hérna í vandræðum því að ég er með 2 uppáhalds. Það er Eyjan mín með Bubba. Með Bubba Martin. Það er grjót. Og það maður getur öskrað svo vel með. Eyjan mín! Þú veist, ég öskraði með hásan hérna upp í dal þar. En síðan er líka með nýja lagi hans Chubby Little Sweatheart. Það sé hjarta slær. Þú veist, þannig að svolítið, nafnið sé svolítið soft sko. Það sé hjarta slær. Þú veist, ég er þá grjótharður, ég vil eitthvað annað. Hvað vil láta það heita? Þetta er Míða. Já. Víða þykir að það. Það er mjög gott nafn. Þessi hjartaslæðir er bara eitthvað svona, þú veist, Það er komið að þjóðhátíðarlaginu Dettu Míða, Sverrir Bergmann. Ég held að þessi hjartaslæðir sé uppáhaldslæðið mitt. Er það? Er það uppáhalds þjóðhátíðarlagið? Nýja lagi? Út af ég fíla kórinn. Ég var í kórinn sinni, sko. Já, við erum einmitt að fara að ræða við Chubby Little Sweatheart hér rétt og eftir og spyrjum hann hvenær fyrir oss við og svona. Hjöppi, hvað er uppáhaldslagið þitt? Ég er á sammála G-mannum að það eru 2 lög sem koma til greina. Já, sömu lög? Nei. Ég er náttúrulega móralsmaður. Ertu? Og ég fíla móralinn. Já, skítamóral. Já. Þú veist hvað ég meina maður. Muna kossa kynna. Þáttu það sem freysting fær. Milli vona sinnar. Já. Það er frábært. Já, það er enda gott lag. Og svo er eitt lag sem við höfum alltaf verið að vinna á. Það er La Dolce Vita með meistara Pál Óskar. Já, það er uppáldið þér? Já, svona eftir að þú kynnti mig fyrir Pál Óskari. Já. Eftir að ég kom hérna heimtíðin einhvern tíðan í vetur og Palli var hérna heimaður. Fagmaður? Hvað var Palli heimaður? Já, komur þetta óvart að hann skildi vera heima hjá þér hérna á sunnudagsmótni. Já, bara hann í góðu grillpartíi. Ok. Já, ég veit, en þú veist, það er ekki margir með grill á sunnudagsmótnum, en ég fyrir á einhvern veginn að meta allt sem hann hefur gert miklu meira eftir að hafa kynst honum. Hvað varst þú þá að gera þarna á sunnudagsmótni? Ég ætlaði að... Þú ætlaði að vera með, það er það sem þú ætlaði að gera, með þessi nýju gleruðin í liðuðekkanum. Nei, hérna, þannig að ég held að besta þjóðhátíðarlag allra tíma er La Dolce Vita. Er ekki, sko, málið, En Auðunblóður, hvað er uppáhalds þjóðhátíðarlagið þitt? Ég þori ekki að segja það, því ég veit nákvæmlega hvað ég fæ. Ég veit að Hjöppi kemur, er hægt að vera típiskari. Hvað er uppáhalds? Ég þori eiginlega ekki að segja. Segðu það. Segðu það bara. Spill it! Lífið er yndislegt. Eftir mig ekki Auðunblóður. Það er besta. Sko, fyrsta þjóðhátíð mín var 2001, þá var þetta þjóðhátíðarlagið. Þá var sama veður og núna. Var það fyrsta þjóðhátíð? Já, ég bjó á Söðugrúki og fór alltaf bara á Akureyri á Hyundai Coupe með 5 manns. Það hefði verið 5 fullorðnir kallmenn í rauðum Hyundai Coupe á leiðin til Akureyrar. Allir með töskur og... Vorum við ekki 98 fyrst? Jú. Fórum við 98 fyrst? Já, það er Við erum grjótharðir. Ég fór, 21 árs, það var fyrsta þjóðhátíð. Finnst þér lífið er yndislega upp besta lag sem þú heirt? Nei, alls ekki. Besta þjóðhátíðarlagi. Það var umræðan. Og já, það er bara, þá var sama veður núna, það var geðveitt veður og... Reyndar, ok, þess að þú ert heppinn með það. En okkur í öllum auglýsingum, okkur er alltaf verið að spila þá Lífið er yndir, ef það er ekki besta lagi. Vá, er það af því að gæðinir sem að semja auglýsingar sem að góðan tónlismekka? Ok, sorry. Ég held það. Ég hugsa að við myndum gera könnun og þá myndi flestir segja Lífið er yndislegt, eða ekki? Já, þú veit... Ég reynda að styðja, ég er náttúrulega verið að styðja minn mann, það er Sweatheart, hann er náttúrulega góð með þetta. Chubby Little Sweatheart hefur aldrei verið með þjóðhátíðarlag, en hann er svo sungið í Eyjum með hana hitlagið, hana... Án þín. Það var árið 2001 á minni fyrstu þjóðhátíðinni. Þannig að hann hefur reynslu að syngja þarna niður í dal, sko. Og mér finnst það líka skemmtilegt eins og ég réttindabaráttu sköllróttura að hann skuli hafa fengið þetta tækifæri. Af því að það er fullt af sköllróttu söngurum búin að reyna þetta, en þeir eru ekki fengið þetta tækifæri. Magni syngur Lífið er yndislegt og hann er sköllróttur. Nei, hann syngur hann hreimur og er ekki allir saman hann? Hann hreimur og þarna í Sóldögg. Þú veist ekki eins og hvað syngur upp á slæðið. K.O. Magni kemur ekki náðan því lagi. K.O. frá Hjöppa á blöð. Þetta var K.O. Ég hef alltaf síðan mjög oft syngja þetta. Já, þú veist, Magni hefur líka oft sungið You'll Never Walk Alone, hann bjóði ekki til, sko. Já, K.O. og þig. Þetta hætti með þetta K.O. Þetta er með K.O. sem ég hef. En hvernig er hann alltaf upp á slæðið sinns og það veit ekki sem syngur hann? Þeir voru saman. Ég er nýbúinn að höra á þjóðhátíð þar sem að Magni er að syngja þetta. Ok, ég reyndar bjargaður úr þessu. Reyndar bjargaður. Hvað stendur þarna, Hjörvar? Hreimur Heimisson, Bergsveit Arlíðsson og
Grettiskórinn. Og Grettiskórinn. Já, ég óskaði henni til hamingju, þetta alltaf upp á slæðinu. Var Magnificent ekki þarna? Weird. K.O. Hann var að gera eitthvað annað. Við hlustendur afsökunar á þessari villu. Höfundur lags hins vegar Magni Ásgeirsson, þannig að gleymdu þessu. Flytjandur Hreimur, Grettiskórinn, Bergsveinn Harris og Magni Ásgeirsson. Það var maður hér í Eyjum að rétta með bókina. Taktu þetta K.O. og trottuð upp í boruna þér. Og það strax. Magni samtilagið og sönga. Síðastur á lista, því hann að fucking backup dancer. Ég vil þakka þessari stúlku sem rétti mér hér bókina. Hann er backup dancer í laginu. Hreimur maður þarna. Það var að vera að bjarga mér. Hvað gerir þið þegar þið eru búin að vera að öskra K.O. núna 5 sinnum og þið fáið þetta í andlitið og það er hérna svart og hvítu, hann samdi lagið og syngu það. Hvað gerir þið þá? Hreimur ekki sá, Hreimur syngur það. Þetta K.O. dó. Hann samdi ekki höfundur texta, Hreimur. Já, höfundur lags. Já, höfundur lags, Hreimur, K.O. Já, höfundur texta, K.O. Nei, hann kemur ekki hann söngið allavega, fáum nýja þjóðhátíðarlagið. Þetta K.O. stendur. Og K.O. ykkur fáum nýjasta þjóðhátíðarlagið og svo ætlar, Swiss Baby. Það sem hjartastlægir, Swiss Tard. Hvað er lagið? Þarna það komið, glæsilegt. Þessi maður á leiðin til okkar. Það var ekki K.O. Já, þið eru að hlusta á FM 957 með FM 95 Blö. Og hér engin annan komin en Sverrir Bergman, Chubby Little Swiss Tard, Tiny Little Swiss Tard, Swiss Shit á 900 bar, 900 grillhús í Vestmannaeyjum á Westman Islands. Sverrir Bergman, Chubby Little Swiss Tard, verður velkomin. Takk fyrir. Velkomin. Takk. Velkomin. Hvernig ertu? Ég vil bara segja það stórkostlegt að þú sért góður aftur. Já, ég er bara með ráttir innkomur, sko. Já, þú reyndað þú hendur í FM-röddina þina. Hún er rosalega. Ég veit það. Ég er líka búinn að hlusta á FM núna ykkur 40 ár, sko. Já. Og líka Jón Gunnar Geirdal, sem er góður félagi minn. Ég hringi stundum bara í hann, bara að hann talar eins og sé í útsendingu alltaf. Sættu nú, hvernig ertu? Ef það er eitthvað leiðilegt í útvarpinu, þá fengt að hringja bara í Jón Gunnar, af því að hann spjallar bara eins og sé í beinni. Já. Ertu búinn að sjá nýju Batman-myndina? Þau vílíkum veistla. Ötsi, taktu frá fyrstu helgina í október. Það vílitt senupartí, nælon kettingarnir allan pakkin. Það verða allar að það. Takk. Og svo segir hann takk, og svo skellir hann bara á mann. Maður bara, ha? Halló, Jósi, hringir aftur í hann eitthvað, blessaður, er eitthvað fleira? Nei, nælon kettingarnir verða hana. Takk. Takk. En eins og Egill kom inn á, þá er maðurinn sem var að syngja, var með lagi hér rétt á Hjartastlægir, nýja þjóðhátíðarlagið, Sverrir Bergman, verður velkominn. Takk fyrir það. Það er nú langt síðan að þú hefur mætt og tveir harðir eru að tala við á föstudegi. Þetta er ekki aðeins, ég er bara að sakna þið, sko. Já, nú ertu með 3 harðar reyndar. Við erum óvinni harðir í dag. En Swiss Tard. FM 95 Blö hefur gert ýmislega hluti fyrir marga. En FM 95 Blö hefur ekki gert neitt jafn mikið eins og fyrir einn mann, eins og fyrir þig. Eins og fyrir mig, þú varst að geek áður en FM 95 Blö byrjaði. Gæi með einhverja K.O. frá Hjöppa yfir á Swiss Tard. Já, þú mátti skjóta sem K.O. En þú varst með tölvuleikja þátt og varst bara eitthvað tölvuleikjast. Núna ertu farin að syngja vinsæl dægurlög, komið með A Hot Lady og allt að gerast og komið með þjóðhátíðarlagið. Hvernig er tilfinningin? Þetta er bara stórkostlegt. Er þetta ekki gaman? Já, þessu drengir mikið að launa. Er þetta ekki rosalega gaman, Sverrir? Það reyndar kemur engum óvart í kringum Sverrir Bergman að hann sé orðinn ástfanginn. Það get ég alveg lofað þér. Það er ásjókur. Og ég velti fyrir mér minn kæri Auðun Blöndal. Það skrifast á þig af hverju Sverrir Bergman er ástjókur. Og hann hættur að máta æfingar. Já, hann hættur að lifta með. Ég og Chubby Little Swiss Tard, við æfðum alltaf milli 4 og 6, alla virka daga. Allt hérna mætti hann ekki bara. Og ég bara, af hverju mætti hann ekki í dag? Hvað er að gerast í lífinu allt núna? Mjess, ástfanginn. Ætli það sé að spila eitthvað inn í þess að ekki mæta æfingar? Eða er þetta bara klikku tilviljun? Sko, þú ólst upp með honum, á Hjöppi, þegar hann var 7 ára. Þá sagði ég bara við hann að gera þessu og hætti bara, hann var með allt niður þessi. Ég reif hann í gang. Hjöppi, er þetta satt? Já, ég meina 7 ára gamalt, ég var með allt niður mig. Af hverju reifst þú hann ekki í gang? Þetta var uppeldi, þetta er að skeina þér. Þegar ég var 7 ára bjóð ég í Íðufelli 6 í Breiðholtinu, þannig ég gæti ekki rifað hann upp á. Ég var á millifarið yfir á Sauðárkrók og ólst upp með Sverrir Bergman. Og hann er alltaf góður, það vantar það er smá bad boy. Það er samt fallegt, enda heyru, hann er með svona fallegar, er ekki Sverrir Bergman í viðtalið? Hvað er að þér? Er þetta að greiðast það? Þú ringir mig á æland og nætturna, getur ég hugga mig skessi? Hann hættir að máta æfingar. Reynda Sverrir, þú ert ekki að hætta að æfa þú sér ástfanginn? Nei, ég er búinn að vera að mæta æfingar, grimmur.
En hérna, snúum okkur að því sem skiptir máli, Sverrir. Hvernig gengur hjá okkur skautu hjónum? Þið ekki hamingjusöm? Jú, mjög. Það ekki? Ertu að flytja út? Ég fer að fara að flytja út. Hvað er myndin ykkar? Það er eitthvað tvö svona eina mynd. Hvað er myndin ykkar? Hvað skellur það á þegar eru bæðið svona í einhverju galsa? Við erum enga mynd. Segðu okkur það bara. Er það Titanic? Titanic, já. Nei. Er það Leaving Las Vegas? Við erum ekki góðið með myndið þá. Fáðu ykkur ekki smá whisky og setja Nicolas Cage á? Nei, ok. Herðin, ok. Svona öllu grannistöfnum. Hvenær ferð þú á svið? Í kvöld. Big Chubby Sweater. 10 á svið í kvöld. Klukkan 10 og brennan eitthvað 11, þannig að þú ert ekki... Já, ég held að brennan sé 11. Jón Jónsson kemur eftir þetta. Það eru margir í kórnum, því að þetta er að masculine kór, þetta er grjóthörðu kór. Það eru sko 60 manns í kórnum. 60 manns í... Þetta er 60 manns kór. 60 gæjar. Það er allir frítt á þjóðhátíð. Þetta er auðvitað dýrast á þjóðhátíðalega allra tíma. Nei, 60 gæjar, ekki fá þér allir armbönd. Wow. That's gonna cost those guys a lot of money. Þetta er svolítið mikið af fólki. Og makar með það? Er þetta 120 mann sem er að fá armband? Það er eitthvað í kringum 100 manns, það eru maka með. Vá, og börn kannski líka? Ég með ekki gleyma því að svo er líka Lúðrasveit Vestmanni í þessu lagi, sko. Já, þeir fá nú fríktinn. Það er það margir. Sko, það verða 113 held ég á sviðinu þegar við tökum lagi. Veitu hvað er það stærsta svið í heimi, eða? Þetta verður rosalegt. 113 manns á sviðinu? Þetta er ekki bara sweatshard og mikrofón? Nei. Það er rosalegt. Ertu stressaður? Nei, fyrir að fara dætt inn. Allir voru ofan, heldur að æfingarleysi muni komið í bakið þar? Já, ég sé ekki fara að ríða múr. En Sverrir, komið að þvíleika belg. Ég var með belg, Sverrir, ég er búinn að vera í kötti. Egil, þú varst alltaf með 20 á maðunum. Þú kannski last viðtalið mig í mannlífi í síðustu viku sem ég fullyrti að þú verið besti söngvari landsins. Takk fyrir það. Gerðu það? Ert þú sammála mér eða er einhver betur en þú að núti? Af íslenskum söngurum? Ég bara vil ekki svara þessu. Hætti að vera svona ekki pussi, Sverrir, og svaraðu. Já, ég geði ykkur. Segðu bara I'm the best. Nei, ok, hver er þinn uppáhaldssöngur í Íslandi? Íslandi, hann heitir Sigfús Pétursson og Skagfirðingur, er í Altagerðisbræður. Ok. Sigfús Pétursson. Já, hver þekkir ekki Sissa P? Sissi P er grjótart. Hann er enda skaffiskur, þannig að það er grjótart. Það er grjótart. Já, ég fíla það. Þú ert bara að vera málið, það vantar smá svona cockiness í því, Tartmouth. Þú ert bara að segja bara, veist, ég er ekki lengur Mr. Video Game Boy. Ég er Chubby Little Sweatshard. And I'm here to sing. Ég er með þjóðhátíðarlagi. Setjið það í pípun eitthvað og reykið það. Kottu með smá punk. Ég er alveg góður, sko. Þú ert með þjóðhátíðarlagi í ár, ásamt 113 öðrum. Þú ert að stíga út í að vera Super Mario Sves. Ég að verða bara Super Sves. Já, það er bara Super Sves. En hvernig er eins og, færðu þið bjór í dag og svona? Veit að hverkan áður að vera á svið? Fá mér 1-2 fyrir sviði, sko, en maður þarf að halda sér nokkuð góðu fram til kvöld, sko. Það verður allt stappa, sérðu veðrið? Já, þetta er ekki að þetta verður bilun. Þú veist, það er fólk sem ætla ekki að fara til eiga, sem er að rembast núna. Ég er að henda í auka ferði með bátnum mínum. Já, takk maður. Ert þú að sigla fólki yfir, Hjörbi? Nei, semst, ég er með hvalaskoðunarfyrirtæki og ég er núna að fara að henda bátnum núna yfir á bakka og nú er ég að henda fólki fram og tilbaka. Já, það eru allir á leiðin yfir á eigina. Þetta verður alltaf 14.000 manns og stara á því í kvöld. Aldrei vita svona anda fyrir einni þjóðhátíð. Ef þú átt einhvern tíma að vera stressaður, Sverrir, þá er það í kvöld. Já, hakkaði fyrir það. En við óskuður góðs gengis. Hvað er maður að spyrja þig? Hvað er að gera? Þú ert að syngja. Það sem hjart. Þú ert með svona út að háa síðinu og flýgur geitugur upp í munnuna þér og stingur þig í tunguna. Hvað er að gera? Ég klára bara lagið og svo... Það getur það ekki, Sverrir, ef það stingur þig í tunguna. Hvað er að gera? Hvers konar spurning er þetta? Nei, bara hvað er að gera? Þannig með opið munnin. Hvað á hann að gera? Það er heimskulega spurning. Já, þetta er bara... Nei, út af því ég er... Hvað ætlar að gera? Ef flýgur geitungur uppi og stingur þig í tunguna? Hver spáir í svona hluti? Út af því hann er á háa séðinu, ekki heyrt lagið. En gefðu okkur svona smá á laginu hérna. Syngdu það sér aðeins. Við erum ekki með gítarleikar samt. Við kannski syngja það saman. Hjörbi hjálpar aðeins. Fara upp á hæstu. Þar sem hjartað slær. Já, syngdu aðeins. Ég var í geitugur og var í hann. Höndur að hugsa, wow, Hvalfjarðargöngin. Það stærsti munnur sem ég séð, I'm going there. Þar sem hjartað slær. Veikum eldana, þar sem hjartað slær. Þetta var Sverrir Bergmann, takk kærlega fyrir komuna og gangi þér vel í kvöld, elsku vinnur. Við ætlum að fá næsta lag og svo styttist í að Brjáttbreki mæti hérna á 900 grillhús, þar sem við erum með í beinni útsendingu.
Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi mynd dagsins valin og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánar upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. FM 957 ætlar að sjá til þess að þið vantir nákvæmlega ekkert fyrir ferðalagið. Við ætlum að gefa útilegupakka sem inniheldur kælibox með gómsætum grillmat frá Kjarnafæði, 2 kippur af Egils Mix, nokkra leysnakkpoka, bleikan ópal til að viðhalda ferskleika mín, með rokka orku sem kemur þér í gegnum langar helgar, múshett hárvörur svo að greiðslan haldi sér, einnota grill og rekslár frá rúmfattalæðurnum, Swiss Miss Kakó, Prins Pólo súkkulaði og XL smokka frá Adam og Evu. Fyrir þá sem vilja þannig skemmtun. Útilegupakkin á FM 957. Fylgstu með í vikunni. Veldu þér 2 vikur í sumar á orkan.is áður en þú pakka niður í ferðalagið landið og vertu á 7 króna afslætti allan tíman á 67 bensínstöðum Orkunar og Shell út allt land. Já, góða ferð. Orkan. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Prófaðu nýjan Burn Blue Refresh. Burn kveikir í þér. Fjölskylduferð til Tenerife og fjöldi annara glæsilegra vinninga í vegabréfaleik sumarsins. Stimplaðu inn í sumarið. En einn, meira í leiðinni. Lagerhreinsun á sumarvörum í Bíkó. Síðustu dagar, ótrúlegur afsláttur því allt á að seljast. Bíkó. Ert þú að fara á þjóðhátíð? Þá verður þú einfallega að koma við hjá okkur og smakka okkar landsfræga humarhamborgara. 900 grillhús, alltaf gott. Brekkustóll á aðeins 1999 krónur og kælistóll á aðeins 2999 krónur. Ómissandi í útileguna. Fást í Krónunni Bíldshöfða, Granda, Lindum, Mosfellsbæ, Akranesi, Selfossi og Vestmannaeyjum. Krónan fyrst og fremst ódýr. Mesta Wonderweb frá Lee Stafford fyrir rokkað, óstöðugt og geggjað hár. Lee Stafford hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaup. Búðu þig í ferðalagið á betra verði. Ferðagrill, tjöld, vindsængur, kælibox. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Vantar þig lán? Viltu prófa Múla fyrir verslunarmannahelgina? Fyrsta 15.000 krónu lánið er vaxtalaust. Múla.is. Peningar á mannamáli. Hvað er uppáhaldslagið þitt? Uppáhaldslagið? Já, íslenskt. Ég er að gera svona playlist á tónlist.is. Svo við höfum einhverja músík við varðeldin, maður. Ætlaði þessi ekki bara... Ekki með Bó. Ekki með Bó? Akkur ekki? Hann er kóngur. Hann er tvímælalaust einn besti söngvari landsins. Ef ekki bara Skandinavíu. Jafnvel Evrópu. Já, svona róleg og ég er bara að grilla í þig. Komdu með Bó. Hvað er uppáhaldslagið þitt með Bó? 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Er ljósabúnaður bifreiðarinnar í lagi? Ólís. Vinur við veginn. FM 95 blöð. Á FM 95. Það er hárrétt hjá Jóa Dans. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 í beinni útsendingu frá 900 grillhús í Vestmannum. Og já, það styttist í að Brjálbreki kom hérna á svæðið. Ég hef nú reyndar ekkert séð hann var komin aðeins í það. Það var alveg vel fullur en hann feir nú ekki fram hjá manni. Er gott veður hérna. Já, það er samt ekki pínu þreytt að vera alltaf töngast að eitthvað gott veður. Já, en samt ekki. Ekki þegar maður býr í Íslandi. Það er ykkur 32-3 gráður. Þetta er bara mikið sko. Já. Það er að stikna. Já. Og að vera hérna á 900 grilli. Já. Veisla. Það er hárrétt, en það áður en Brjálbreki kemur hérna til okkar þá ætlum við að fara í dagskrárlið sem er fastur liður í FM 95 blöð og búin að vera í fríi, sumarfríi eins og þátturinn og það eru sturlaða staðreyndir. Hjörvar, þú ert nú mikill aðdáandi þeirra. Já, ég elskar sturlaða staðreyndir. Og sturlaða staðreyndir voru ekki komnar þegar þú varst síðast Nei, þetta er nýtt fyrir gilsaránum. Já, þú er nú vonandi einhvað hlusta á þáttin þú har ekki verið í honum. Málið er, yfirleitt er ég æfa milli 4 og 6 að stríða mér svolítið en ég hlusta ykkur á netinu svolítið sko. Já, hlusta okkur. Nú ertu komin að þú reyndar, þú ert með allt niður. Þú
komin aftur í FM 9 blöð, föstudagur, svo ertu ekki næsta föstudag því þú ert að fara til Spánar í 2 vikur. Já, betur það gils hann ekki að slaka á þess heldur aðrir eða? Hvað, ertu ekki búin að vera að slaka á síðustu mánu? Herri, já, það komið að stuttum staðröndum og ég ætla að byrja hér á fyrstu. Fólk sem svitnar hraðar en aðrir eru fljótar að koma sér í form. Og nú fór ég að hugsa, viltu svitna auðveldlega? Þegar ég las þetta. Viltu vera gaurinn sem að, veist, það þarf ekki að svo svitnis? Viltu vera auðvitað sveitti? Herru, þú er nú oft hrósað mér í útvarpinu fyrir þessi góð lykt að mér. Já, ég var bara að spurja hvort þú... Já, hvort ég vilja vera að kalla það? Já, nei, ég myndi ekki vera... Sveitt er ekkert eitthvað viðnefni sem þú, eða, veist... Nei, þú er eitthvað mjög sexy, sko. Einu gæinn sem ég þekki sem kallar eitthvað sveitt er Máni Sveitti á Exinu. Það er svona gæi sem bara alltaf sveittur 24/7. Máni? Já, hann er líka smá overweight, þannig að það þarf að bera the excessive body fat hvert sem hann fer, sko. En sko, myndið vilja, veist, það svitna fljótt, þannig að þið komist í betra form fyrir. Nú ætlum ég að segja það rétt, Blöðal. Að þú veist, þú skoða myndir á internetinu, myndir sem konum finnst sexy og googla bara pictures that women find extremely sexy og googla það einhvern tímann. Þá er bara myndir af einhvern gæjar sem eru með fárlega ripped abs og allir sveittir eftir æfingu. Já, það er svitin á þeim sexy. Já, gott að svitna á æfingu. Það er bara búið að vökva smá vatn. Já, það er búið að sprauta og... Herðu, ok, áfram með næsta styrlaða staðreynd. Ný rannsókn í Frakklandi sýnir að fólk með tattoo drekkur meira og oftar en þeir sem eru ekki með blek. Það make a sense. Já. Sko, þeir eru með Frosti Logason, hann er nú með tattoo hérna. En eitt sem er sliðilegt með tattoo er að þegar maður var yngri, kannski 10 ára, það voru bara bad boys með tattoo. Núna getur hver sem verið með þetta. Já, þetta voru eiginlega bara sjóarar í gamla dag. Já, og kannski mótorhjólagæðir. Já. Svona alvöru harðhausar. Mikið að stelpum núna með tattoo. Það er orðið mun algengara. Já, sko, já. Fótboltamenn komið mikið með ermi. Jón Gunnar Geirdal kom með ermi. Já, Nonni Tattoo. Nonni Tattoo, eins og við kallum þetta. Hattur Dan, fashion icon. Já, Lieutenant Dan. Þetta kemur ekkert óvart, en ég þekki ekki einn gæja sem er tattoo og drekkur ekki áfengi. En Frosti Logason er hérna reyndar, sem er með okkur hérna á borðinu. Hann er undantekningin sem sannar regluna. Hann er edru og með smá tattoo. Það kom það að næstu. Það þarf 600 beljur til að gera einn NFL fótbolta. Insane fact. Ég hef búin að heyra þetta áður. Það er málið. Ekki frá mér. Ok, það er bara útskýrað fyrir mér. Og það kannski er ég a retard, ég veit það ekki. En af hverju í anskotanum þarf 600 beljur í einn pínulítinn NFL fótbolta? Já, þetta er bara skinn. Það er nóga skinnillega búið leit, sko. Já. Herðu, ég ætla alltaf fram. Í Alaska má hver sem er gifta þig, vinur eða ættingi og skrifa undir hjúskapavottorðið. Það er rámt. Herðu, gaman að skuli vera að tala um Alaska því að það var einn gæi sem ásakaði Pitbull fyrir að vera ekki Mr. Worldwide. Pitbull, já, ok, fór til Alaska, hélt tónleika. Now I am Mr. Worldwide. K.O.aði menn, af því að menn segja að hann var ekki Mr. Worldwide, af því að hann vildi bara spila í Miami og sem heitustu með heiminum. Er hann búinn að spila á Íslandi? Það er að þegar bankakrepp á Íslandi, þá fer hann ekki hingað. Ok. Og herru, Pitbull væri til að spila á Íslandi. Já, hvað fæði marga dollara? Eiginlega enga bankakreppa hérna. Nei. Já, ok. Þetta er reyndar að ég fór nú ekki að hugsa um Pitbull þegar ég las þessa stjórnulegu staðreynd. Þetta væri stór hættulegt og til dæmis einhverju fyllir með félagunum, kynnist stelpu og þú mætti bara gifta mig. Mætti ég bara segja, Hjálpi, þú ert officially giftur núna. Nei, þú þarf náttúrulega... Nei, þetta er ekki svo létt. Þú ert náttúrulega að fara yfir... Ég reyndar gæti verið glerharður prestur. Ég gæti orðið svona nýi séra Pálmi Matt. Nú, okkur. Það er bara, ég held ég er vinsælt prestur ef ég er prestur. Já, reyndar, þegar þú segir það, ég held þú getur verið ágætis prestur. Það er næsta sturlaða staðreynd. Kettir eyða yfir 70% af ævi sinni sofandi. Sturlu staðreynd. Það er bara svo Jóhann Ólafs Gröter félagið með leður hans. Já, svo með þér í Mercedes Club. Já, hann sefur líklega 80% af ævi sinni. En alltaf sofandi? Hörru, við æfum klukkan 16:00 á daginn. 16:00 á daginn er æfingar. Já. Hann sefur oft yfir sig þegar það er æfing. Hvernig er þetta að sofa yfir sig? Ég er ekki ljúga þessu. Það er ekki, sko, þá er hann ekki að vinna og kemur heim og leggur sig. Þá er hann bara ekki ennþá vaknaður. En hann er samt ekki köttur, þetta er aðalega kettir. Já, ég bara setti sokki í þarna, þetta er ekki bara kettir, það sé ég að segja þau, sko. Hjálpið, sefur mikið? Nei. Ég nota orkuna eða annað. Það var næsta. Bananar geta komið í veg fyrir þyngu og minka hana ef að þú ert orðin þunnur. Þannig að, já, þeir sem eru á leiðin á þjóðhátíð á Akureyri eða hvert sem eru að fara, ég eti mikið af bönunum í dag. Það geti hjálpa. Líka minn er ekki beint að öskra á banana þegar þú vaknar þunnur, sko. Það er meira 5-7-7-3-3-3-3 Castello-bótturinn, sko. Það er ekki að fara að fá þér örið. Djöfull er ég þunnur. Ég verði að ná mér í eitt banana nú. Það er ástæðan fyrir að vera áfram þunnur. Það sem ég er að fara að gera, ég er að fara að henda mér þetta á 900 grill og fá mér að éta, sko. Já, ekki banana.
Nei. Allavega þá vitið það, kæru hlustendur, og svo það næsta, 50% af gírafum eru tvíkynhneigðir, sturlu staðreynd. Það skemmtilegt, gaman fyrir gírafana. You heard me. 50% af... Bæjarar, helmingun öllu gírafum bæjarar, það sem þú segði mér það. Já, það var það sem ég að segja. Og svo það síðasta sturlaða staðreynd dagsins sem líka mín uppáhalds. Sum dýr eins og hænur til dæmis geta spotta kynþokkafullt fólk frá öðru fólki. Já, ég get ekki farið í hænstambúr, ég get lofaði því, ég prófaði það eins og það var ekki hægt. Það rándýr sturluð staðreynd að hænur, ímyndaðir ef að Fjölnir Þorgeirsson að labba fram í okkur hænu, þá getur hún spottað, herru, þetta a sexy man. Fjölnir Þorgeirsson getur ekki verið bóndi, ég get lofaði því, sko. Ekki heimstabóndi. Það myndi allt bila. Já, myndi bara, hann í drepinn á hænum, það myndi kæma MBL. Maður var drepinn á hænum. Hefur einhver hæna bilast ekki einhver þig, Heppi? Já, reyndar. Ok. Ég held að það sé ekki bara hænur, öll dýr þekki munin á an attractive man. Nei, það stendur hérna sum dýr. Sum dýr, já. Við erum að fara að gefa hérna 8 manna tjald, svepphóka í tjaldið, stóla á allan pakkan. Já. Fyrir þann sem kemur hérna 800 bar og samfara okkur af hverju. 900 bar. Já, renta 800 bar. Nú er eitthvað vilt einhver leið á Selfoss, sko. Hjöppi er búinn að vera svolítið á Selfossi. Þetta 900 grillhús, það sem við erum að senda beint. Og þetta renta tent sem að gefa þetta. Ef þú ert í og þetta grjótarðupakki. Og þeir bara tjalda fyrir þig, láta það á svepphóka, stóla allan pakkan og svo getur þú bara rokið út og þeir taka frá... Þú ert basically að fá svona VIP treatmentar að kemur að tjaldi. Já, og þetta líka á þeim stað í dalnum, það sem sko örugurstaður að security guards á þessum stað. Wow. Það gæja vaktatjaldi. Þannig að nú erum að gera drulla sér á 900 grillhús og segja okkur ákkur að 900 bar, en hætta að segja 900 bar, 900 grillhús og segja okkur ákkur að þið eigi að fá, þennan pakka frá Renta Tent. Þennan rándjara pakka frá Renta. Þetta voru sturlaða staðreyndir, voru ánægðir með þær. Mér finnst það góðar, ég var að segja sjálf fram. Mikið af góðum sturlaðum. Já, bara það er eitt lóðheld og þú verður svo viðkvæmur að setur eitthvað út á þessum staðreyndi. Já, af því að þetta staðreynd, skilurðu. En svo þú varst að segja að það væri fullt af dýrum sem geta greint kynþokka hjá fólki, en það er ekki þannig. Það eru bara hænur og einhver nokkur önnur dýr. Það stendur hérna, lítu, beint fyrir fram að þér. Þetta handskrifað blað frá þér auðvitað. Þurftur að segja, hlustendur sá. Hvað er að þér? Mér langar að koma eina sturlaðu staðreynd núna, en ég er svo hræddur að þú svarið með einhverju leiðindum þetta. Hvað er það? Já, sturlaðu staðreynd, Auðun Blöndal rakar á sér tríseppinn. Já, fáum lag. Við frá 900 grillhús og Justin Bieber ljóta að segja annarkvort ég var að geðvögra að vinna á FM 957 eða tónlistina sér að skara. Ég grunnaði það fyrra. 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Þetta var vinnur okkar Justin Bieber. Vinnur okkar, hvað er ég eitthvað? Og við erum hérna þrýrharðir í stúdíón, ekki í stúdíónu heldur. Við erum hér, sitjum beint fyrir utan grillhúsin. Grillhús 900 grillhús í Vestmannum og við vorum að vona það einn maður hérna sem ætlaði nú að kíkja og búinn að segja hann ætlaði að detti núna, hann heitir Brjálbreki. Ég veit ekki, hann sendi mér eitthvað SMS á hann, sko. Og hann sendi líka SMS á mig og hann var á leiðinni. Já, þannig að hann hlýtur að fara að detta hérna inn. En Egill, segðu mér, áttu eitthvað svona fallega, hvað er svona þín uppáhaldsminning frá þjóðhátíð? Það eru svo margar, Jesús Kristur hérna. Allt eitthvað svona Jú, sko, ég ætlaði að jamma einu svonni með hjólastól fullan af bjór. Labbaði með hann dalinn og gaf fólki. Ok. Og einu sinni fann ég kaninu og sett hann í band og labbaði með hann allan dalinn. Ok. Hann var fullt af... Það er hellingar kaninum á gólfvöllunum. Sérðu hver að koma hérna, maður. Sérðu, það er... Hei, Sællunur. Sællunur. Hingað er mættur snillingurinn Brjálbreki og þetta er í fyrsta sinn sem að Halt á ketti, hvað er búið að vera gaman inn í eigum? Já, ég sé að þú ert svolítið í því, Brjál. Já, maður er aðeins að hella í sig. Skál fyrir því. Já, skál, gamli. Herru, þetta er skemmtilegt. Hvernig ertu búinn að hafa það? Er þetta Gilsarinn? Blessaðu, gamli. Herðu, Gilsari, pínum fyndið að ég sé hérna í dag. Þú ert þykki og ég er þunni. Já. Það er sker þunnur þetta í gerði. Varst að taka á því í gerði? Taka á því? Eleg? Já. Hvernig varstu mættur á þjóðhátíð? Ég mætti hérna miðvikudaginn. Tek alltaf einn dag til aðeins að tjekka á eyjunni, fór síðan á húkarabalið, húkaði mitt stöf. Eleg? Eigið ekkert að drekka þetta kallinum? Nei, þetta mér sýnast þú eru búin að fá alveg nóg. Náður þessum hérna Gilsari? Já, þess að þykki og þunni. Þess að þetta er mjög góður, ég er að viðurkenna það. Ein spurning á Gilsaran. Hvað er númerið á Jóni Rúnarsinni? Jóni Rúnarsinni. Halló, ert þú ekki símaskráin eða?
Er það ekki? Já, Er þú ekki með símaskrána? Ég verði að viðurkenna, ég man ekki öll númerin í því. Það sem ég fannst alltaf svo skrítið í Photoshop-málinu. Á hverju Photoshopaður ekki að það er andlit? Ég að grínast. Gilsari, svona ágrínst, þá ert þú einn af 5 mestu meisturum Íslands. Þú, Sveppi, Broddi frændi minn og svo 2 aðrir. Er ég ennþá 25 listanum? Já, þú ert einn af 25 mestu meisturinn sem ég hef á ævinni kynst. Er ég á topp 5 og topp 20? Hvað er málið með kellingar útsölur? Þær elska bara útsölur, en fatta þær aldrei að bara drasla þeim. Já, þú nú tekið þennan á því. Heyrðu, það er búið að hætta við skólan sem Óli Stef ætlaði að vera með. Sem betur fer, hversu keksruglaði það liði verið sem hefur útskrifast úr þeim skóla. Vá, hvað hann er vængið. Heyrðu, Óli, þú ert að hlusta, haldur bara áhrif að hann kasta bolta. Skiljið þið hennan? Það var K.O. og Óla Stef, maður. Það nú gerði þetta að skilja hennan. Hvað er þessi Herjólfur? Þessi Herjólfur? Ég er að leita hann alltaf, það er aldrei að tala um einhvern Herjólu hérna. Bátinn þá, eða? Þetta er svona brandari sem ég. Hvað er Vestlunumannahelgi? Vestlunumannahelgi? Já, Helgi, strákurinn. Svo er nú eitt. Þú ert góður bara. Ég? Aldrei verið nettari. Þetta er búið að vera besta þjóðhátíð síðan 93. Hún var að byrja í dag. Hún byrjaði á miðvikudaginn hjá mér, en ég hitti, var ég búinn að segja ykkur eitt, ég hitti Svepp á mánudaginn. Nei. Hann var í Hagkaup. Já, þú hittir hann svolítið oft í Hagkaup. Hann var vestleika grænmeti, ég var búinn að hugsa heilengi einhvern góðan brandara til að segja að ég myndi hitta hann. Lappa svona upp að Sveppa. Segir við Sveppa, heyrðu það er ólympíuleikar? Þá segir Sveppi, já. Þá segir ég, heyrðu, ansans óefni fyrir mig að þessi ekki keppt í bólfimi en ekki bófimi. Hann grenjaði Sveppi úr látri og veistu hvað hann sagði? Hvað sagði hann? Þá sagði Sveppi það sem mér og frænda mínum finnst svo fyndi og við erum búin að segja núna alla helgina. Það kemur ekki á orð. Þá sagði Sveppi, já er það ekki bara? Já. Þá sagði Sveppi sem okkur var svo fyndið. Já er það ekki bara? Þú ert bratur brjási. Gilsari, finnar það ekki? Já, þetta er bara að finna þetta sér. Ætlar þú ekki núna alltaf að segja helgina? Jú, já, það ekki bara. Já, það ekki bara. Já, ekki bara. Þetta sagði Sveppi. Já, við getum þetta að nota þetta. Já, það ekki bara. Sveppi, Gilsari. Frændi minn hringdi mig daginn og sagði, Brjálbreki, ætlar ekki að koma í 3 bíó? Ég sagði við hann, það er algjör óþarfi, ég hef ekki bara fyrir 1 bíó. Já, það er greinlegt að... Það segi ég bara, Egil mér ekki hitti Brjána. Þá segi ég, haldt á ketti hvað var gaman í bíó. Ég fattaði upp á haldt á ketti hvað er gaman. Af því að Andri og Andraflandri, hann bjóð til haldt á kjafti. Haltu á kjafti? Ja, haltu kjafti hvað er gaman. Ég bjóð til haltu á ketti. Já, þetta er skemmtilegt. Svo fór ég í veiðu daginn, kom einhver veiðuvörður til minn og sagði, þetta er með leyfi. Þér kemur það ekkert við, en ég er með Guðmundi. Gils. Hann segi, ertu með leyfi? Ég segi, nei, ég er með Guðmundi, skilur þú? Þetta er ekki, þetta er hlóðan, þetta er geðveikt. Haltu á ketti hvað var gaman. Já. Hvað er verið að borga einhverjum róna fyrir að koma allavega til eiga? Það er fullt af þeim í bænum. Já. Gils. Þetta er King Rónan, eða? Fattaðu ekki hérna? Já, það tók smá tíma. Svo var ég að labba þetta á hann og það var eitthvað lið að tala um að fara út í búð og þá sagði einn, já, við slumum gera það. Þá kom ég bara, gera það? Þú ert í stuð. Það segi ég, Gilsari, það segi ég, gera það? En eru þetta vinnin? Er þetta fósiðið? Broddi, þetta er gæinn sem að fattaði upp á að fá sér á broddin. Það er Broddi hérna. Sætlunur. Hann á það. Já, gamla sæðakalli. Svo er þetta frændi minn hennan Lúðvík hérna. Já, ertu með þetta? Ég kalla Lúðvík 14. Af því að hann er eiginlega búinn með, en hann ætlar að kalla Lúðvík 14. Eðlag. Gamla sæði Lúðvík. En fyrir það sem hafa áhuga þá verð ég með uppistand á Café Maria kl. 7 kvöld. Ég er að mæta ekkert lofa því. Verð með hérna uppistanda sem ég verð bórat.
I like a good beer. I like. En það búið virkilega gaman að fá þig hérna, Brjánn, og takk fyrir að kíkja á okkur. Alltaf stemming. Fyrsta sinn sem þú kemur í viðtal, ég ekki eins og að tala við í síma núna. Já, ég fíla þetta búið að vera mjög nett hátíð, sko. Ég sé það bara á þér, þú átt nú ekki mikið eftir. Koma hérna í Vestmannaeyjar. Já, og þú verður hvað, fram á mánudag? No, I like Tuesday. Ég verð hérna fram á þriðjudag. Ok, glæsilegt. Ég tek alltaf einn ekstra dag líka. Ég tek alltaf alla vikuna. Fæ mér aðeins í glas. Svo aðal helgin fyrir þig næstu helgi. Ertu ekki örugglega búin að máta búningana? Þetta var... Ekki? Hei, Gilsari, býta þess. Hei, Blöð, býta þess. Gilsari, náður þessu. Auðvitað, hann að hlæja, Brjánn. Hann að hlæja. Hei, býta þess, Gilsari. Þessi ekta fyrir auðvitað, Gilsari. Hérna, geipræð. Við þökkum Brjánni Breka kærlega. Þetta er líka mesta KO sem ég hef. Gilsari. Það eru tveir vinir hérna, Brjánn Breki og Egill að hittast í fyrsta sinn. Við þökkum Brjánni Breka kærlega fyrir komuna. Við skulum fá, næsta lag. Er ekki lag komið á fóninn? Þetta er Muse og þeir eru hér með Resist að setja leið á strákunum að tala saman. Að velja sér morganættið. Núna eru myndir af 10 stelpum komnar inn á Facebook-síðu Kafteinsins og þar getur þú valið þá stelpu sem á skilið að verða morganætta. Kíktu á dömunar, þær eru stórglæsilegar og veldu þína uppáhalds. 3 af þessum dömum vinna Nokia Lumia síma og fá að vinna með Kafteinum á jamminu í sumar. Lengri helgar, meira jamm. Kafteinum. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. 3 ferskir smoothie á sumartilboði. Ísbúðin Garðabæ og Háaleitisbraut. Meðlæti. Uppáhalds meðlæti mitt? Pilsur. Bara goðakjöt á grillið. Goði. Alltaf góður. Nú eru síðustu dagar útsölunar. Götumarkaðurinn er í fullum gangi. Kringlan. Ekki fríka út þú hafi gleymt gítarnum í útileguna. Þú ert með iPad. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítrann með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Skeljungur. Akureyri, höfuðstaður Norðurlands, er mikill skólabær. Hér settu danskir kaupmenn mikinn svip á bæinn í eina tíð og það var sagt að akureyringar töluðu dönsku á sunnudögum. Enda hljómar íslenskan stundum öðruvísi hér en annar staðar. Sumir myndu segja réttari. Notaðu snjallsímann á stærsta 3G-neti landsins til að finna merkilega áfangastaði á ferðalaginu. Meira Ísland með símanum. Til er staður þar sem þínar viltustu fantasíur geta orðið að veruleika. You wanna be rich and famous? Hvað er raunveruleika? I want him alive. Hvað er Recall? Colin Farrell, Kate Beckinsale og Jessica Biel. Total Recall, frumsýnd á miðvikudaginn. Hraðpenningar kynna hærra lán, lengri lánstíma. Hraðpenningar, betri þjónusta. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. FM 95 Blöð statt hérna á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Þeirri 78. talsins, líklega þeirri hlýjustu frá upphafi. Við erum allavega að tala um sól, við erum að tala um kaldan, við erum að tala um tóma gleði meðal þjóðhátíðar gesta. Hér maður setja þeirri Ötti Blöð og sjálfur Gilseneggarinn. Strákar, hvernig er þessi þjóðhátíð þetta ykkur? Hún leggst vel í mig allavega. Það er rosalega gaman að mæta og þegar það er heiðskýrt og sól og ég held að þetta verður bara virkilega gaman. Já, þetta er yndislegt. Líka er búið að sko fyrir að fólk fatti aðstöðuna sem við félagarnir erum í. Við erum ekki núna í einhverju stúdíói þar sem er engin gluggar og þú veist. Við erum núna bara hérna á 900 bar. 900 grillhús. Æ, dreftu mig ekki. Hver er 900 bar, 900 grillhús, ok, sorry. Ok, 900 grillhús. Og þetta er 900 bar. Gæsaði með 900 bar. Já, en þetta heitir 900 grillhús. Og sjáu allt fólki sem er búið að hólkast hérna á okkur félagunum. Já, þetta er skemmtilegt. Það er út af því að Gilsarinn er þetta. Já, það er akkurat. Það væri enginn hérna annars. Já, einmitt. Hrikalega gaman að þessu. Nei, en hörðu, ég ætla að segja ykkur eitt. Ég fekk verstu fréttir sem ég fengi á ævinni núna fyrir 3 dögum síðan. Nú?
Það er ný kónguló kominn á Ísland. Glæný kónguló. Já, ég sá þetta eitthvað. Já, og hvað, er þetta bara alveg sama? Nei, veist, málið er að þó að sé komið ný kónguló, það þýðir ekkert að þetta sé að koma í garðin hjá þig, sko. Nú, byrju, hvað þýðir þetta þá? Það er ný kónguló búin að setjast að á Íslandi og hún er stærri og loðnar en allar aðrar. Þetta er bara stærri við... Stærri og loðnar en allar aðrar? Já, ég hef nú heyrt þetta áður einhvern veginn. Ok, já. Nei, þetta er risastór kónguló, sko. Og þú veist, hún er svona stærri við, sko, hálft andlit á Hjöppa. Hálft andlit á Hjöppa? Ok, Hjöppi er þetta með stórt andlit. Nei, ég er bara að segja, ef ég ángast, ég er ekki að ljúga ykkur, ef ég kem heim einhvern tímann og þessi kónguló, þessi nýja, þessi loðna og stóra, er búinn að lappa inn á gluggkistuna, þá hengi ég mig. Já, þetta, veist, ef hún er ekki eitruð, þá skiptir þetta einhver máli. Það er fólkeill sem er bara með kóngulær sem gæludýr, sko. Já, hvernig anskotanum er með kóngulær sem gæludýr? Ert þú hræddur við kóngulær, Hjörvar? Hjöppi er skítræddur við kóngulær. Akkur þetta ljúga? Ok, ég kem með kóngulær hérna á borðið og myndir æla á borðið á hræðslu. Hefur þú séð mér hræddan á æfinni? Nei. Þegar þú segir það. Það glimti að installa fear in my mind. Ertu ekki með fear in your mind? Glimti þetta að installa fear in your mind? Það er ekki tilnætt í mig sem heitir fear. I'm not afraid of anything. Ok, Hjöppi, ef þú liggur í rúmi og finnur eitthvað skríða á læruna á þér, er það sama bara? Það voru að tala um eitthvað svona lítið, ekki eitthvað, við erum ekki að tala um eitthvað 80 kíló. Er það drullu sama? 80 kíló? Kónguló. 80 kíló? Ég er ekki 80 kíló bransanum eins og þú, sko. Ég er að tala um 80 kíló kónguló, ég er að tala um bara, þú veist að þetta er patta. Nei, þá var ég bara, ég fíla pöttur. Já, þú fíla pöttur. Hvað er eitthvað að þeirra? Ég er samt viðurkenna það, ég er hræddur við svona geitung og eitthvað svona þessi dingu. Þessar kóngulær, ef það er ekki eitrað, það ger ekki neitt. Nei, bara eitt sem er meiri... Ég er ekki einu svona þykjast verið eitthvað töffarið hérna. Ég er bara ekki hræddur við kóngulær. Það er ekki grótætt að röflið kóngulóm, sko. Það er eitt sem er meira í taugarnar á mér en þessi nýja kónguló. Það er Brynja Már með íslenska listan. Herru, passaðu, þú ert í byrni núna á FM 957 og Brynja Már er minn maður, sko. King Brynja Már er minn maður, sko. Þegar ég gæti, myndu segja núna með, Egill, veldu einn mann sem myndi setja hliðina á núna og geta hangið honum alla helgina og leitt hann og leikið með honum. Ég myndi segja Brynja Már. Já, Brynja Már er fagmaður. Ég er æmis biggest fan. Hvað er samt vandamálum með íslensku listan? Sko, þegar Gilsarinn er að taka sér fitu, þegar Gilsarinn er aldrei verið feitari en akkurat núna, þá fer Gilsarinn á stigavelin og skíðavelin og tæta sér fitu, hörðu, síðan kemur Brynja Már, mistökalistan, ok, good shit. Hendur ykkur lagi á, eins og bara, hvað er með eitthvað lag, hvað er með good shit lag sem er vinsalt? Já, ok. So call me baby, I'm ready gonna guns. Já, með þetta er good shit lag. Hörðu. So here's my number. So call me baby. Já, nú er konum með lagi. Sko, það sem ég gera þá, ég er kannski á leveli 10 á stigavelinni. Ok, good shit lag komið á, keiri stigavelin upp level 17, keiri tempóðu vel upp. Ég finn fytun að lega mér, hörðu. Eftir svo mínúta laginu, kemur Brynjar Már inn. Já, þetta er með call me maybe, kláraðu lagið, Brynjar. Akkur er þetta að tala svona? Nei, bara ákveður, hversu flókið er? Ég er sammálaður. Akkur er að geta klára lagið og ferði næsta. Akkur, þú veist, ég er nýkomin í gang, nýkomin í stuð og geti good shit lag. Akkur það Brynjar Már að kvötta lagið. Já, en að sitja í beinni útsendingu á FM 957 er eins og sitja Old Trafford og rakka niður Wayne Rooney. Þetta er bara, þetta er kóngurinn, þetta er Brynjar Már og hann gerir bara svona sínist. Ég er að minn King Brynjar að bara hætta að tala inn í lögin þegar ég er að brenna með fitu. Þið voru að tala um kóngulær. Eigið þið ykkar uppáhaldsdýr? Já, staðfest. Hvað er uppáhaldsdýrið? Tígristýr. Kóalabjörn. Kóalabjörn? Ég er reyndar sko... Skrýð upp tré og svona dúla mjúkir og finnir. Það var reynda gaman að eiga eitt kóalabjörn, sko. I recently fell in love with monkeys. Þetta er langskemmtilegustu dýrin. Auðvitað ámar að eiga eitt monkey heima á sér. Það var svona eins og Ross í Friends. Nei, þú veist, þeir eru náttúrulega hella fyndnir. Hvað myndir að gera með þér monkey? Þú ert að sjá hann. Þetta er bara eins og eiga barn. Er það? Já, þetta er þeirri með tilfinningar. Vera með svona monkey heima á sér? Það væri reyndar, ef þú ert að segja mófarastefnum og eitthvað svona og svo ertu komin heim, bara herðu, þetta er hérna, þú veist, Öddi, litli apinn minn, það er, ég held að það slá alveg í gegn hjá kannþjóðinu. En málið er, við búum á það miklu auðmikja landi að það er bannað að eiga apa. Það er bannað á þessu helst landi. Nei, bannað að eiga apa? Það mátt ekki eiga apa. Þannig að mátt ekki vera ljós og ekki eiga apa, það mátt fara í ljós út 18 ára. Ég er öll í blöðina, ég er fucking blöðmaður, ég er blöðkókurinn, I'm the fucking blöðpope, ég er með apa hérna, hvað ætlar að gera því? Hann tekin að þér. Tekin að þér. Í alveg. Ég sver það. Herru, já, við erum byrjað að tala um apa, þá held ég sem komið tíma nýtt lag og stráka, þetta er sérstaklega fyrir ykkur, ég er með tvo hörðustu... Það er með Call Me Maybe, Það er ekki Call Me Maybe, við erum ekki að fara að spila það þessum þetta. En þess að Brynjar Már tala ekki yfir lagið. Já, ég skal skila þið til hans, en við ætlum að fá Pitbull hérna fyrir strákana. Hann er ekki oft sem ég spila 2 Pitbull-lög í sama hættinu, það gerist bara þegar Hjörvar Hafliðarsson eða Egill Einarsson eru hjá mér. Skulum heyra í þessum, eina sem er jákvætt við hennar mann, það er hann er ekki með hár á hausnum.
að hlusta hér á Vestmannaeyjar síðdegis. Ég held að þetta er líklega eitt besta lag sem ég hef heyrt. Nú, finnst þér þetta betra en Rain Over Me? Nei, þetta er eitt besta lag sem ég hef heyrt. Rain Over Me er besta lag. Sko, ég nenni ekki að fara að rífast við aftur Pitbull, sko. Ég er ekki að fan. Nefndu eitt betra lag í heimi. Smooth Criminal. Rain Over Me. Smooth Criminal. Nei, dreftum ekki. Og Smells Like Teen Spirit. Jeremy. Það bara ég geti sittið hérna til 9 kvöld að segja betri lög. Sko ég geti sagt það að Rain On Me er með meira af views en öll þessi lög þín til samans á YouTube. Já, það er glæsilegt. Hvað segir það? Hvað er betra lag það? Það er bara rosalega gaman og skemmtilegt fyrir þessa stráka. 120 miljón views á Rain Over Me. K.O. frá G-manni yfir að blöð, staðfest, skrifa niður, K. Já, glæsilegt hér, virkilega skemmtilegt. En eins og ég var að segja, þá er að hlusta hér á Vestmannaeyjar síðdegis og ætlum við ekki að hvetja fólk til að keyra varlega. Það eru margir í umferðinu núna, fólk er að fara út á land og ég var að fá hér tölvupóst frá umferðarstofu þar sem ég var svona beðinn að segja fólki að keyra varlega. Já, sjálfsögðu. Já, þarf samt í og auðvitað, það þarf oft eins og Coca-Cola þarf ekkert að auglýsa, en það þarf samt svona stimpla inn í liðið að fara varlega og passa sig að vera ekki að keyra undir áhrifum áfengis og þá er ég að tala um, þú heldur kannski ekki sett fullur, en þú vaknar pínu í því, ekki keyra. En ég get sagt þér að þegar ég var að fyrst að fara í þessi ferðalög ellendis og við erum allir á sama aldri. Ellendis? Út á land. Út á land, ok. Ég kalla þetta erlendis. Þá var alltaf þannig að vera að minna fólk á að nota belti. Já. Þú veist eins og það væri bara eitthvað rosað. Og pappi minn var það grjótharður, hann notaði ekki belti. Kallar það hörku? Nei, eða þú veist, eða hvað sem hún vilt kalla það. Það var bara þannig, hún fannst það óþægilegt að keyra belti. Pappi, þú ert að nota belti? Nei, þetta er óþægilegt. Það herru, þú verður að vera auglýsa og verður að nota belti. Og bara prinsipatriði hjá honum að vera ekki með belti. Alveg þangur til að koma bílar sem að gera svona Það með hljóðin. Já, en þá fattaði hann tricks við því, smelti beltinu í og settist ofan á það. Þannig að pappiði notar ekki bíl. Það er þetta auglýsa það í útarheiminu að pappiði notar ekki bílbelti. Já, þú veist, hann er fættur 40 eitthvað, sko. Þú getur ekki kæra gömlum hundin í að siði, sko. Er þetta gamla skólunum? Já, þannig að hann spennir bara belti og sest á það. Já, við kveitum engan til að gera það svona. Við þetta. Bing, bing. Veistu hvað gerir svo með þér? Fyrst byrja bíllinn með svona. Bing, bing. Síðan kannski liður hálf mínúta á. Það bing, 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 bing. Síðan hálf mínúta setna. Bing. Það er bara eitt samfellt hátt hljóð. Þú veist, það er ekki fræðilegur. Talandi bílinn þinn, Egill, hvað heitir bíllinn? SRT8, 421 höð, 3,200 eða hvað akkur? Grand Cherokee. Grand Cherokee SRT8. Hvað eyðir hann? 2200. Það er Egill Einarsson, held ég einu maðurinn í Íslandi sem er alltaf bensínlaus. Þá hann sé nýbúinn að fylla tankinn og þú bara keyrir á sækinu, við erum að fara í bíó eitthvað, þá ertu hann bensínlaus. Málið er að gæinn sem seldi með bílinn, hann var á Selfossi. Nei, hann var snillingur, veist hvað hann hefur gert? Hann núllstilti mælinn, keyrði 100 km bara eins hægt og hann gat, þannig að þegar hann sýndi mér mælinn, sér hann hefði bara 1400 hérna, sér það? Og sýndi mér eitthvað að mæla Fór hann með á rúndin áður hann sendi þér á bíl? Sýndi mér bara að mæla bara, sér það með 1400, ég bara, good shit. Hörru, síðan, þú veist, hann hefur keyrt hann bara eins hægt og hann gat, sko, því að ég er að keyra eins hægt og ég get 2200, aldrei undir 22. Þannig ég reyða svona 80 skall í bensín mánuði. Og íbarast það, maður. En það er svona, og ég segi, sko, ég keyri ekkert, sko, ég keyri vinnuna og keyri heim. Það er dýrt að loka. Ég fer ekki neitt, þetta væri fyndið, sko, ég var að keyra eitthvað. Ég keyri sporthúsið, ég þjálfa til 10 kvöldin, keyri heim, 80 skall á mánuði. Og ég heima við hliðan á sporthúsinu. Þannig að þið sem er að hlusta ekki fá okkur Grand Cherokee, hvað sagði það típan væri? Nei, hann er 3,200, sko, það er það sem ég mátt að borga fyrir. Það má ekki bara keyra á 90. Þegiðu, Hjörvar. En herðu, eitt hérna áður við förum í auglýsingarstrákar. En nota beltin. Já. Ekki gleyma því. Nota beltin. Guðanabænum, kerið varlega. En segið mér eitt. Líka aftur í. Líka aftur í. Ef þið væru ekki að fara á þjóðhátíð, strákar, hvert hefðu þið farið? Það hefur verið heima. Það er málið. Er þetta bara þjóðhátíð? Egill, hvert hefðu þið farið? Já, þetta sko, það er eitthvað sexy í mýraboltan. Já, reynda. Hvað það er, en það er eitthvað sexy við það. Já. Og það ég er góður í fótbolta, þið eru góður í fótbolta, við getum verið með brilliant fucking team, sko. Við getum unnið að mýrabolta. Það kemur ekkert óvart að það skulle heilla þig, menn að keppi í leðju. Þú ætlum að fá hér stutt skilaboð og komum svo aftur í strákar. Hvað er ekki við skilnið?
FM 957, Umferðarstofa og Tékkland Bifreiðaskoðun biðja þig að beita skynsemi verslunarmannahelgina. Ef vín verður haft hönd, þá ráðleggjum við þér að láta ökutækið eiga sig. Ég heiti Friðrik Dór. Þú veist það alveg jafn vel og ég að ölvunarakstur algjör vitleysa og líklega það eigingjarnasta sem þú getur gert. Svo má ekki gleyma því að ölvunarakstur rímar ekki að ástæðulausu við bölvunarakstur. En að öllu gríni slepptu, ekki keyra undir áhrifum áfengis. Mér finnst það ekki töff. Það ekki töff. Sýndu þroska. Það ekki cool að keyra fullur. Skiptum skoðun. Það ódýrara. Tékk. Tékkland Bifreiðaskoðun. Reykjavíkurvegi, Holtagörðum og Borgartúni. Tékk. Komum heil heim. Umferðarstofa. Smellugas Ólís einfalt, þægilegt og örugt. Ólís, vinur við veginn. Prófaðu nýjan Burn Blue Refresh með bragði af eplum, kíví og bláu agave. Þessi í hvítu dósunum. Burn kveikir í þér. Túborg kynnir. Þú og ég og allir hinir á innipúkanum verslunarmannahelgina. Miðasala á miði.is. Ertu tilbúin til að fara til Eyja? Já, allt klárt nema vantar pening. Ekkert mál, því hundaheppnir með okkur á smála.is. Þú segir bara hvað þú vilt mikið og í hve langan tíma og farið peningin leið. Þær elska hunda sem borða hunda. Var ekki aldrei gott hjá mér? Mér fannst þú falskur. Smálan.is. Ekkert stórmál. Þjóðhátíðargestir athugið. 900 grillhús opið alla helgina. 900 grillhús. Klingmann bær við Rútt 66 í Bandaríkjunum og ekta svínarifinn á Grill 66 heita í höfuði á honum. Það gerist ekki betra en barbecue svínarif, ökuð kartefla og jöklasalat. Bara að segja, ef þú ert fyrir það að hafa þetta juicy og gott. Þú finnur Grill 66 á völdum ólístöðum. Grill 66 betra grill við veginn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Kvarasi með Mess It Up hér í FM 95 Blö og FM 957. Þrír harðir, Auðun Blöndal, Hjörvar Hafliðarsson og Egill Einarsson búin að vera með ykkur hér síðan 4 í dag. Vonandi hafið haft gaman aðeins og við. Við erum búin að sitja hérna í glampandi sól á 900 grillhúsi og á þjóðhátíð í Eyjum. Hér býður eftir okkur heil þjóðhátíð. Það er Rónan Keating á sunnudaginn og Sverrir Bergmann með þjóðhátíðlega í kvöld. Ég þarf aðeins að grípa fram yfir þarna, menn kæri Auðun Blöndal. Já, ég veit bara hvernig allar til að drífa sig á þjóðhátíð. Já, ég veit það. Það búið að bjóða okkur félag minn partí. Það einhvern veginn svona partybúðin. Og partybúðin sem mér líst best á frá King Eyþóri Helga í BUF. Hjöpi, þú ert nú mikill áhugamaður fótbolta. Eyþór Helgi Birgisson, sóknarmaðurinn, já, hann að bjóða partí? Já, hann var að segja okkur félagunum að gerðu okkur og kikki partí lands og eftir. Hann sagði þetta með rándýrt partí. Já, hvað partíð? Hvað kemur þetta hlustendum við? Ekki neitt. Þetta er ekki eitthvað sem við getum spjallað bara hérna þegar við erum búin með þáttinn. Já, ok, eru fannir að fela hluti fyrir hlustendur núna? Nei, það hefur aldrei gerst í FM 95 Blö. Hér er ekki falið neitt fyrir hlustendum en við þökkum ykkur kjallaði fyrir hlustunum í dag og það er endar eitt hérna sem við höfum nú ekki kommentrað mikið ástrákar að við erum með harðasta. Já, þetta er harðasti tæknimaður í sögu FM 95 Blö og það er snillingurinn og vinnur okkar Frosti Logason sem er einmitt í Harmageddon á X-unum sem er nú sennilega minn uppáhaldsútvarpsþáttur fyrir utan FM 95 Blö. Já, ef ég fæði að segja nokkur orðin í lokin sko, það búið að vera ljómandi fínta tækningur og glísningar, virkilega gaman að sjá því. Undir hvaða stein ert þú búinn að vera? Ég er ekki búinn að sjá því í 7 mánuði. Ég fór í frí. Hann fór til Indlands að finna sig. Ég fór í frí og við komum tilbaka grjótharður. Og hérna komnir hamburgerafabrik faggarnir frá hamburgerfabrikunni. Sigg og Jói. Akkurat, það er alltaf að segja. Og ég segi bara áfram stjarnan. Mark Donniger, hann er búinn að sanna sig. Og ég hef bara endað þetta á smakk með bits up, skilur. Já, ég lofaði Loga Frosta sinni því að hann fengi 1 Óskalag í þessu þætti. Þetta fyrir Donniger. Og við ætlum að enda þáttinn 3 harðir, við ætlum að enda Óskalagi fyrir Frosta. Og það er, Prodigy. Smakk með bits up. Takk aðeinslega fyrir hlustunum í dag. Kekki.
FM 957 kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi mynd dagsins valin og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánar upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Ætlum að gefa útilegupakka sem inniheldur kælibox með gómsettum grillmat frá Kjarnafæði, 2 kippur af Egils Mix, nokkra leysnakkpoka, bleikan ópal til að viðhalda ferskleika mín, berokka orku sem kemur þér í gegnum langar helgar, músett hárvörur svo að greiðslan haldi sér, einnota grill og rekslár frá rúmfattalæðurnum, Swiss Miss Kakó, Prins Pólo súkkulaði á FM 957. Fylgstu með í vikunni. Vissu þið að smálán Kredia fljót klæst? Það sem hann að reyna að segja ykkur að nú hægt að fá lán upp á 150.000 krónur í alltaf 90 daga. Kredia, einföld þjónusta. Förum varlega í umferðinni. Ólís, vinur við veginn. Opið alla helgina í Skeifunni, í Garðabæ, á Eiðistorgi og á Akureyri. Þetta eru grillveðurfréttir Egils Appelsín. Grillveðrið föstudaginn 3. ágúst. Farðu út úr bænum hvaða gott grillveður. Við grillum eina með öllu fyrir norðan, lunda í Eyjum, edru á Hlöðum, síld á Siglufirði og í algjöru neistaflugi í Neskólstad. Við grillum ungnaubakjöt og ungmenna landsmótin á Selfossi og það ekki alvaborga sjens á neinu nema grillmat á Borgarfirði eystra. Og hringinn í kringum landið erum við tilbúin með glóandi kolin ef grindhvalavaðan birtist aftur. Hangið hægt gleðina dyr, góðar stundir. Það er Egils Appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Á Dominos.is getur við skoða matseðilinn okkar, kynntir tilboðin okkar og að sjálfsögðu panta máltíðina þína. Þú meira að segja getur fylgst með stöðun á pöntunarneðinni í rauntíma. Pantaðu á Dominos.is. Naturfrisk Engifjöröl. Geislandi góðstrykkur. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Lán fyrir skólagjöldum. Auðvitað, hér er leið. Til 40 ára með áunninni verðtryggingu, sértækri vísitölutryggingu, að teknu tillit til verðbólgu vísitölu, hagvæntarhalla verðlagsvísitölu, neysluverðs og gengismismunarverði þjóðarframleiðslu. Láni getur verið tilbúið í næsta mánuði. Ok, býtu, hvað myndi ég síðan þá borga tilbaka? Elskar mig góða, það veit enginn. Það er ekki nokkuð veit að vita það. Múla.is. Peningar á mannamáli. Prófaðu nýjan Burn Blue Refresh. Burn, kveikir í þér. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítrann með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Sömu mælingar sýna raunar engan mun á N1 og orkunni í nýtingu á eldsneyti. Skeljungur. Við höfum opið til klukkan 10 á hverju kvöldi, komið við, Geysir, Skólavörðustíg 16, Akureyri og Haukadal.